Komið þið sæl. Hérna ætla ég aðeins að tala nytjastefnuna, en það gert grein fyrir henni í kafla 7-8 í bók James Rachels. En þessi stefna í siðfræði, hún naut mikilla vinsælda á tímabili. Það var þannig að þann 17. janúar árið 1912 þá komst leiðangur 5 manna á suðurpól jarðar. Á leiðinni tilbaka þá lentu leiðangursmenn í nokkrum hremmingum. 4 þeirra stóðu frammi fyrir því vali að þurfa að skilja einn félaga sinn eftir, en hann var orðinn helsjúkur, kalinn á fæti og ýmsum öðrum útlimum. Eða þá að að skilja hann eftir eða drösla honum með og hætta þannig á að þeir myndu allir farast. Og í raun og veru var bara það sem að gerðist. Þannig að þeir létust allir vegna matarskorts. En hefðu sennilega bjargast ef þeir hefðu skilið félagann eftir. Leiðangurstjórinn, Robert Scott, var þarna í mikilli siðferðisklemmu. Og hægt að finna kenningu sem styður ákvörðun leiðangurstjórans, en það líka hægt að finna siðferðiskenningu sem segir að leiðangursmennirnir hefðu átt að skilja hinn slasað eftir á ísnum, þegar í ljós kom hversu mjög það hægði á för þeirra að drösla honum með. Þessi stefna í siðfræði sem kölluð hefur verið nytjastefnan á íslensku, upphafsmaður hennar er breski heimspekingurinn Jeremy Bentham, en lærisveinn hans er John Stuart Mill. Hann þróaði kenninguna nánar og skrifaði hana bók sem að kallast hreinlega nytjastefnan. Þar setur hann fram lögmál sem hefur verið kallað hámarkshamingjulögmálið. En gríski heimspekingurinn Epikúrus hélt því fram að hamingjan væri tilgangur lífsins og að við ættum að haga líf okkar þannig að við myndum tryggja að við yrðum hamingjusöm. Og þetta þróar John Stuart Mill áfram og setur fram það sem að hann kallaði hámarkshamingjulögmálið. Það er að segja að við eigum að haga okkur þannig að það hafi í för með sér, eða þar sé hegðun okkar hafi í för með sér sem mesta hamingju fyrir sem flesta. Í grein sem að kallast einfaldlega nytjastefnan og birtist í bókinni Þroskakostir, þá ræðir Kristján Kristjánsson heimspekingur rök sem hafi verið notuð gegn nytjastefnunni. Kristján er reyndar sannfærður nytjastefnumaður og rekur þessi rök lið fyrir lið í greininni. Ég mæli með lestri þessara greinar, nytjastefnan, í bókinni Þroskakostir. Þessi grein er vel þess virði að vera lesin. En rökin á móti nytjastefnunni eru nokkur og fyrst ber að nefna formlega vandann. En formlegi vandinn gengur út á það að okkur vantar mælikvarða á hamingju. Vissulega er það nú svo að heilatingullin á okkur framleiðir hormón sem kallast endorfín og lætur okkur líða vel. Það mætti þá kannski koma að staði með einfaldri blóðrannsókn hvort manneskjan er hamingjusöm eða ekki, en það getur varla verið ábyggileg aðferð. Önnur mótbára er það sem hefur verið kallað hagnýtivandinn. Ef við ættum að lifa lífi okkar í samræmi við nytjastefnuna, þá værum við sífellt að reikna út hamingju og gerðum kannski í raun ekkert annað en að meta hamingju í hvert skipti sem að við tækjum okkur eitthvað fyrir hendur. Kristján bendur á að þessi röksemd fái varla staðist, einfaldlega vegna þess að öll höfum við gott að því að hugsa svolítið hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa. Og satt best að segja, þá verð ég nú eiginlega viðurkenna það að ég er nú svolítið sammála honum. Þá erum við komin að annarri klípusögu. En þessi klípusaga, hún er svona: hryðjuverkamenn hafa tekið 6 gísla. Einum gíslinum er sagt að skjóta einhvern gísl af handahófi og þá verði honum sleppt og líka hinum sem að eftir lifa.
Hryðjuverkamennirnir ætla semst að láta gíslinn skjóta einn og síðan að sleppa þeim öllum sem eftir eru. En að öðrum kosti, ef að gíslinn skýtur ekki einn af félögum sínum, að þá ætla hryðjuverkamennirnir að skjóta þá alla. Þannig að þessu vali stendur þessi 7. gísl frammi fyrir. Og hvað á 7. gíslinn að gera? Á hann að fremja óhæfuverk og bjarga þar með öllum nema einum, eða á hann að láta alla gíslana deyja? Samkvæmt Nýtestefnunni þá á gíslinn sem var útvalinn bara hreint ekkert val. Hann verður að skjóta einn af hinum og bjarga þar með restinni. Minnka kvöl í heiminum og auka hamingju. Þetta eru að mínu viti alvarlegustu mótbárur Nýtestefnunnar. Þessi vandi hefur verið kallaður blóravandinn og eru mörg dæmi um hann og raunar raunveruleg eða uppspunnin. Í kennslubókinu okkar er vitnað til dæmis sem að McCloskey skrifaði á miðri síðustu öld. Það er raunverulegt dæmi, en ég held samt að við verum að gera meiri kröfur til réttaríkisins en svo að hægt sé að sleppa því að rannsaka þetta mál sem að McCloskey nefnir þarna. Enda gengur morðingi og nauðgari laus. Þannig að dæmið að McCloskeys, það stenst allar skoðun, en allavega þetta er það sem að mælir á móti Nýtestefnunni. Og já, Nýtestefnan, hún gerir kröfur til okkar að við höfum hamingjuna og ánægjuna að leiðarljósi í hegðun okkar. Það þýðir að við gætum lent í klemmu þar sem reynt gæti á heilindu okkar. Hvað til dæmis með framhjáhald er það í lagi, bara að því gefnu að það kemst ekki upp. James Rachels tekur þarna dæmi af máli Angelinu York sem að kærði líkamsárás og lögreglan bað hana að afklæðast til þess að sanna mál sitt og síðan voru tekna myndir af henni sem að sýndu hennar helgustu líkamsparta. Angela frétti síðan af þessum myndum og að þeim hafi verið dreift lögreglustöðina. Og þá er að spurningin, vegur ánægja þeirra mörgu sem nutu þess að horfa á myndirnar þyngra en þjáning Angelu yfir því að þessar myndir voru teknar og settar í dreifingu. Það er til dæmis eina mótbárunum gegn Nýtestefnunni, að hún tekur ekki alveg tekur ekki alveg tillit til mannréttinda. Reyndar gerum við almennt ríkari siðferðiskröfu til lögreglumanna en annarra þegna samfélagsins. Kannski er málið alvarlegra þess vegna þess að hérna var embættismaður sem braut trúnað og braut gróflega gegn starfsskyldu sínum sem slíkur. En niðurstaðan er sú að kenningin er ekki fullnægjandi. Ekki er hægt að taka kenninguna bókstaflega. Það er gott fyrir okkur að vita af henni. Hún gæti hugsanlega verið gagnleg okkur, í einhverjum til þess að takast á við siðferðisleg álitamál. En eins og ég benti á áðan þá lítur hún fram hjá hlutum eins og mannréttindum, en kenningin getur svo sem alveg nýst okkur þegar við lendum í siðferðisklemmu og þurfum að taka ákvarðanir.